Ég að vona það að þarna fáum við sameiginlega sýn á það hvert verkefnið að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Við vonum að loftslagsdagurinn skili aukinni vitundarvakningu, samtali milli fólks. Við bindum vonum við það að loftslagsdagurinn skili þekkingarmiðaðri umræðu loftslagsmálin. Við vonum að hann skili auknum skilningi og áhuga á loftslagsmálunum og við vonum líka að hann stuðli að betri og meiri samvinnu. Þetta gefur stofnunum sem ábyrgar fyrir einhvern hluta í kringum loftslagsmálin mjög gott tækifæri til að stilla saman strengi, bæði sín í milli en eins við samfélagið. Ég vona að hann verði til þess að vekja aftur athygli enn og aftur á loftslagsmálunum. Ég vonast til þess að loftslagsdagurinn skili góðri faglegri umræðu og að við getum komið á framfæri staðreyndum. Þetta stór samkoma helstu sérfræðinga á sviðinu og ég býst svo sannarlega við að hann hafi mjög mikil áhrif. Það náttúrulega uppfullt af skammstöfun og bara svo óaðgengilegt oft. Kolefnishlutleysi, losunarbókhald, ETS, viðskiptakerfi Evrópusambandsins. Þetta allt mál sem þarf að skýra og maður þarf að skilja betur. Svo hjálpar þetta ekki til þessi flóknu samningar, alþjóðasamningar sem síðan eru breytt, þá koma nýjir og þá eru nýjar staðreyndir. Það flækist þar fyrir fólki þessi mismunandi kerfi við að gera þetta upp með mismunandi flokkar. Að hitna, að kólna, að súrna, hver eru áhrifin hér, meiri rigning, minni rigning, eru þurrkarnir meiri eða minni? Einnig held ég að umræðan sé oft á tíðum á mjög tæknilegu máli og þyrfti að vera sett fram á einföldu og skýru máli. Þetta gerist hægt svona miðað við mannsævina og fólk skynjar það ekki og það í augnablikinu þá þetta ekki eitthvað til þess að vera að hugsa og hafa áhyggjur af. Fólk sér ekki áþreifanlega breytingar í kringum sig. Það meðal annars vegna þess að það gríðarlegur breytileiki í íslensku veðurfari og það mjög erfitt að átta sig á undirliggjandi loftslagsbreytingum í þeim mikla breytileika. Og við erum líka að sjá falsfréttir sem grafa undan vísindalegri þekkingu svo að fólk á kannski erfitt bara að ná utan þetta. Ég held að það hafi svona stærstu áhrifin. Umhverfisstofnun ber ábyrgð á losunarbókhaldi Íslands og því að reikna áfram inn í framtíðina hver losun gæti mögulega orðið á næstu árum og áratugum. Við sinnum vöktun til þess að geta séð þær breytingar sem að eiga sér stað. Það sem gerist í hafinu í kringum Ísland, það endurspeglast á landi. Það að framleiða endurnýja orku og stuðla orkuskiptum mikið mál. Þá viljum við vera fyrirmynd í því hvernig við metum okkar áhrif á okkar starfsemi og hvernig við lágmörkum okkar áhrif og stefnum að því að vera kolefnishlutlaus árið 2025. Landgræðslan sér þann þátt í loftslagsbókhaldinu sem losun frá landi. Þá erum við einnig með endurheimt votlendis. Hlutverk skógræktarinnar í þeim efnum fyrst og fremst að auka við skógrækt á Íslandi. Það að segja auka flatarmál skóga. Eitt af megin hlutverkum Náttúrufræðistofnunar Íslands eru grunnrannsóknir og vöktun á náttúru Íslands. Hlutverk Hagstofu Íslands að birta upplýsingar losun gróðurhúsalofttegunda í íslenska hagkerfinu. Einnig birtum við upplýsingar úrgang, vatnsnotkun og orkumál, samgöngur og fleira. Við komum að orkuspám, við sjáum leyfisveitingar, eftirlit með orkumörkuðum og öllu því sem að máli skiptir þegar við horfum á hvernig við náum árangri í orkumálunum og þar með loftslagsmálunum. Í grunninn erum við að reka athugunarkerfi í rauninni fyrir alla eðlisþætti jarðar og þessi kerfi eru partur af alþjóðlegu samstarfi sem hefur yfir umsjón með rekstur þessara kerfa í þeim skilningi að þau skili hnattrænum gögnum. Kennsla og rannsóknir, að við séum með sjálfbærni og loftslagsmál, heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna bara mjög ofarlega og rækjum það hlutverk og andlega fyrir íslenskt samfélag. Samtaka, samfélag sem sýnir ábyrgð, alþjóðlega ábyrgð og vilja til að gera breytingar stundum. Það verður skemmtilegt samfélag, það verður gott samfélag sem við verðum stolt af því að tilheyra. Það meðvitað samfélag þar sem að neysluhyggja hefur vikið fyrir
mannhyggju og náttúrunni. Slíkt samfélag á að hafa burði og getu til að aðstoða þróunarríkin við að draga úr losun og bæta umhverfið, því að það mun koma okkur öllum til góða. Það verður bæði umhverfisvænt samfélag, en það er líka samfélag sem færir okkur efnahagslega hagsæld. Í slíku samfélagi er jafnrétti og fjölbreytni höfð að leiðarljósi. Vísindaleg þekking er í hávegum höfð og fólk er tilbúið í breytingar.